og blessaðan hvíldardaginn. Verið öll velkomin og við hefjum stundina í Jesú nafni með því að syngja sálmi númer 240. Við skulum syngja meira og syngja sálma númer 70. Amen.
Ritningalesturinn tekin úr Jesaja 55, 8-9 og við skulum rísa á fætur. Já, mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir Drottinn. Heldur svo miklu sem himinin hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Skulum biðja. Kærleysiki Faðir á himnum, þakka þér fyrir alla blessanir þína sem þú veitir okkur. Og þakka þér fyrir að þú ert svo miklu æðri okkur. Þakka þér fyrir vonina sem þú gefur okkur. Og ég bið að þú leiðir okkur, leiðir kirkjuna, blessir okkur hér þessa stund sem við eigum hér saman, blessir ræðumanni þegar hann talar til okkar og verði hérna fyrir anda þinn að við gætum meðtekið orðið frá þér. Drottinn, viltu vaka yfir okkur og leiða okkur og styrkja á komandi tímum, erfiðum tímum sem eru framundan, hjálpa okkur til þess að við mættum ávallt líta til þín og ekki missa kjark eða trú. Drottinn, ég fel allt í þínar hendur og þakka þér fyrir allt í Jesú nafni. Amen. Og þá syngjum við næst sálmur númer 331. Amen.
Og þá er komið að við tökum gjafir og þær renna í safnaðarsjóð. Kærleysríki Faðir, þakka ég fyrir þessar gjafir, viltu margfalda þær og blessa og gefa þær koma góðu nótum við þitt málefni, viltu blessa þá sem gefa. Við þökkum þér að við höfum nóg í Jesú nafni. Amen. Og þá er komið að börnunum, við syngjum barnasálminn okkar. Og maður fyrir að kunna þetta eftir allan það tíma. En nú er komið að barnasögunni. Það er hann Jóel. Gjör svo vel. Jæja, barnið mig nú alveg koma hingað upp. Ég nú bara að sjá þig. Þú erum ekki með Jóel. þessi sem að Virkar þessi? Já, þessi virkar. Hæ krakkar, þurfum við að fá þýðingu eða dugar þetta alveg? Glæsilegt, hæ, ég heiti Jóel. Ég kannast nú við eitthvert ykkar, ég þekki þig, en ég hef ekki séð þig síðan þú varst mjög lítill. Ég hef búin að vera í burtu svo lengi. Ég hef búin að vera að búa í landi sem heitir Danmörk. Hafið þið heyrt Danmörku? Ok, já. Nú er bæði ég og fjölskylda mín flutti aftur til Íslands og við erum að vinna í því að byggja okkur hús. Við ætlum að reyna að finna stað til þess að kaupa jörð
og svo byggja hús þar. Það allan að planið. Sjáum hvernig það þróast. Mér langar til að segja ykkur sögu af 2 mönnum sem að byggðu hús. Og það skiptir svolítið miklu máli hvar maður byggir húsið. Af því að einn, hann valdi að byggja húsið sitt á sandi og annar á kletti. Hafið einhvern tímann búið til sandkastala? Og hvað gerist á endanum? Hann brotnaði niður. Það var einmitt það sem að gerðist hjá þessum fyrsta manni. Hann byggði húsið sitt á sandi og það leit rosalega vel út. Bæði húsin litu vel út. Það var ekki hægt að sjá neitt mun á húsunum. Það var ekki fyrr en á reyndi að fólk komst að því á hvaða grundvelli húsin voru byggð. Það byrjaði að koma stormur og vindur, svona eins og við höfum haft síðustu daga. Nú sem betur fyrir komið logn. Og það sem gerðist var að húsið sem var byggt á sandinum, það hrundi. Og allt eyðilagðist inn í því. En hinn maðurinn sem að byggði húsið sitt á kletti, það var svo fast, alveg fast við jörðina. Það var ekkert að hreyfast neitt. Svo það stóð fast. Og hann Jesús segir að Biblían er svolítið eins og klettur. Hún breytist aldrei. Það sem að hún segir, það var satt í gær, það er satt í dag og það verður líka satt á morgun. Svo við getum alveg treyst Biblíunni og því sem að hún segir, og ef að við lifum eftir henni, þá líður okkur vel. Eins og manninum sem að byggði húsið sitt á bjarginu. Hann fékk að búa í því, í sátt og samlyndi, og þurfti ekkert að hafa áhyggjur af því hvort það myndi hrynja þegar kemur stormur. Svo, þetta er tvennt sem við getum haft í huga. Takk fyrir að hlusta, krakkar. Takk fyrir þetta, Jóel, og gjörðu svo vel. Þú ert næst. Jæja, þakka ykkur fyrir. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að skipta glærunum, ef það er einhver bendill, eða hvort að þú gerir það bara, Tommi, eða Danni. Já, hérna. Sjáum hvort það virki. Já, það gekk. Svo. Mér langar til þess að segja ykkur svolítið sögu af því hvernig ég nú ákvað að flytja aftur hingað. Eins og sum ykkar vita, eða viti nú þegar, þá hef ég sem sagt búið lengi erlendis. Ég flutti nefnilega til Danmörku og ég fór þangað í nám. Ég fór að læra byggingafræði. Ég er smiður í grunninn og ákvað svo að sem sagt bæta upp á það, svo ég geti nú skrifað undir og séð eigin framkvæmdir og svoleiðis. Og á meðan því námið stóð, þá heyrði ég einmitt kallið að fara í guðfræði. Og það sem að ég gerði svo var, ég nýtti mér sem sagt BA-gráðuna í byggingafræði, notaði hana sem grunn undir meira nám, sem sagt meistaragráðu, í guðfræði sem að ég er nú við það að klára, ég stefni allavega að klára við lok næsta árs, þá ætti ég að vera búinn. En er sem sagt hafinn starfa nú hér á Íslandi sem prestnemi. Og köll hafa jú komið í mismunandi formum. Til eru ýmis dæmi það, eins og til dæmis þegar hann Jesaja spámaður heyrði kallið, hann heyrði það sem sagt í bókstaflegri rödd frá Guði sem að sagði þá heyrði ég rödd drottins sem spurði,
hvern skal ég senda? Hver vill reka erindi vort? Og svo segir hann Jesaja, hér er ég, sendu mig. Svo hann var tilbúinn í þetta, hann var mjög ákveðinn í það að taka þessu kalli þegar hann heyrði það frá Guði. Til eru fleiri dæmi kall, eins og hér er hann Jeremía, og það er aðeins öðruvísi með hann. Ég hafði sem sagt ekki viðbrögð Guðs með þegar hann Jesaja fékk kallið, en eftir að hann sagði, hér er ég, sendu mig, þá sagði Guð, ég ætla að senda þig með boðskap til fólk sem vill ekki heyra hann. Svo ferill hans var ekki mjög auðveldur og það var ekki mikið sem hann gat hlakkað til. En hér segir Guð svolítið annað. Hér segir Jeremía, hann er ekki alveg jafn fús til að fara. Hann segir, ég er of ungur, ég get eiginlega ekkert verið að sinna þessu kalli Guð. En taki eftir hvað Guð segir við hann. Hann segist ætla að vera með honum. Drottinn sagði við mig, segðu ekki, ég er svo ungur. Þú skalt fara hvert sem ég sendi þig og boða hvað eina sem ég fel þér. Þú skalt ekki óttast þá því að ég er með þér til að bjarga þér, segir Drottinn. Og það er einmitt það sem hann gerði. Svo þegar að þið heyrið kallið, þegar að þið heyrið Guð tala til ykkar, munið eftir þessu loforði. Guð er með okkur í öllum okkar köllum. Því eitt er jú að heyra kallið til þess að gerast prestur, en kallar Guð okkur ekki til þess að gera ýmiss konar verk? Við erum jú allir virkir þátttekendur á einn og annan hátt í starfsemi Guðs, á mismunandi stigum. Og þegar það gerist að við heyrum það kall, þá þurfum við ekki að óttast. Eins og ég fékk svo að upplifa þegar ég tók þá ákvörðun að gerast prestur. En á þeim tíma þá bjó ég í Danmörku, litlum bæ sem heitir Stenderup, og þetta var mjög lítið samfélag, mjög lítið þorp. Við þekktum alla nágranna okkar og þau kunnu vel að meta börnin okkar. Við bjuggum við hliðina á einum manni sem var gamall og kominn á eftirlaun og hann var ekki alveg viss hvað hann ætti að lifa fyrir, en svo byrjaði hann að heyra hláturinn hennar og það vermdi hjartað hans. Við bjuggum miðhúsinu bak við þennan skúr og þetta var dásamlegur staður. Við bjuggum rétt hjá svona utandyrarækt, sem hægt var að fara í lyftitæki og æfa sig, og við hjónin fórum alltaf þangað klukkan 4 eftir langan vinnudag og æfðum okkur smá og tókum börnin með okkur og þau fengu að leika sér á róló sem var á sama stað. Svo þetta var dásamlegt og það leit út eins og við myndum vera þar allavega í 1 ár í viðbót. Konan mín, hún var nýbúin með læknisfræðinámið sitt og byrjaði að vinna á spítalanum. Ég var ennþá í prestnáminu mínu og er enn, og það er allt á netinu, svo ég get sinnt því hvar sem er. Og við vissum ekkert hvernig staðan var hér á Íslandi, hvort verið var að ráða fleiri presta eða hvort hægt væri að ráða mig, fyrst að ég var ekki búinn. Svo það leit út eins og við myndum bara vera þarna áfram, allavega í einhvern tíma. En svo fékk ég sem sagt svar frá honum Ivo og sagði að stjórnin hefði tekið það ákvörðun að ráða mig sem prestnema og spurði hvenær við gætum komið. Og hún María var búin með námið sitt, ég get sinnt mínu hvar sem er, svo við gátum farið bara með því sama. Og við pökkuðum kerruna okkar sem við fengum lánað frá frænda mínum Stebba og hófu svo þetta langa ferðalag og ætluðum að vera komin og mætti starfa nú í janúar. En svo komumst við að því að ferjan hún siglir ekki í janúar. Síðasta ferðin færi eftir 3 vikur, annars myndum við ekki koma fyrir vorið.
Svo ef við ætlum að flytja til Íslands og hefja starfa í janúar, þá myndi það þurfa að vera nú. Svo á 3 vikum náðum við að losa íbúðina, fá vagninn, ganga frá öllum pappírunum og komast á stað rétt í tæka tíð. Allt small saman. Svo það var eins og Guð hafði opnað þessa dyr og það eina sem við þurftum var bara að stíga í gegnum þær. Ótrúlegt. Og hér sjáum við dætur mínar kveðja Danmörku og sigla til Íslands. Og þetta var í fyrsta sinn sem að hún Elisabeth, yngri dóttir mín, sá það. Og við héldum að þetta yrði bara svona eins og 3 daga löng skemmtiferð. En vá, hvað sjórinn var öflugur og öldurnar háar. Við vorum eiginlega sjóveik fyrsta daginn og það var ekki fyrr en á 3. deginum sem okkur fór að líða betur og njóta okkur að vera þar. En það var sem betur fyrir góð aðstaða borð og börnin gátu leikið sér á svona litlum ról og með hinum krökkunum. Svo allt gekk vel. Svo komumst við til Seyðisfjarðar, komumst í gegnum tollinn án neins vandamáls og við heldum, nú gengur þetta betur. Við erum komin að skipinu, engin sjóveiki, nú leggjum við í hann. Nema allt í einu byrjaði bíllinn að spóla. Og ég komst að því að vetradekk í Danmörku eru sumardekk hér. Svo það var ekki séns að við kæmumst yfir heiðina, þessa heiði hérna, á þessum bíl eins og staðan var. Svo við þurftum að bóka okkur gistingu á hóteli og reyna að finna út hvað hægt var að gera. Það var ekki að dekkjaverkstæði á Seyðisfirði. Ég prófaði að keyra yfir heiðina bara án vaxins en dreif ekki upp og 4 ferðamenn reyndu að hjálpa okkur að ýta bílnum upp og það tókst ekki. Svo við þurftum að snúa tilbaka. En hann Stebbi frændi minn sem átti kerruna, hann þekkti mann sem að þekkti mann sem að þekkti mann sem að bjó í Seyðisfirði og gat hjálpað okkur að koma vagninum inn á stærri bíl og sem betur fer var frost og betra grip, færði líka þungukassana fram í bílinn og ég komst á upp í seinna skipti daginn eftir og komst á Egilsstaði og gat fengið almennileg nagladekk undir bílinn og allt gekk vel. María fór með stelpurnar á N1 og gaf þeim morgunmat á meðan ég sinnti þessu og nú vorum við klár. Nú myndi ekkert stoppa okkur. Við ætluðum að keyra suðurleiðina og það var gott veður, gott færi, dásamlegt sólskin og allt byrjaði bara að ganga býsna vel þegar við lögðum á stað. En þegar við komum að Múlaþinginu, sem cirka 15 mínútna keyrslu frá Djúpavogi, þá þurftum við að fara yfir fjall. Og Stebbi frændi minn sagði, haldið ykkur við aðalveginn, ekki fara neina hliðavegi eða neitt svoleiðis. Og ég hugsaði, já, flott, ég fylgi bara GPS-inu og hann hlýtur að segja alltaf satt. Og þegar ég var að keyra upp fjallið, þá byrjaði bíllinn að missa tork. Og það leit út eins og við gætum ekki komist alla leið upp, en vegurinn beygði og fór niður á við, hinn leiðin hélt áfram upp og GPS-ið sagði farðu niður leiðina Og ég bara fylgdi GPS-inu og fór þangað og við byrjuðum að fá meiri hraða þegar við fórum lengra niður á við og hugsaði ok, gott. Nema þetta var hliðarleið. Þetta var ekki aðalvegurinn og vegurinn var ekki greiddur og mjög mjór og það var enginn þarna og það var heldur ekkert símasamband. Við gátum ekki snúið við þurftum bara að halda leiðin áfram og vona ekkert myndi gerast. Og svo gerist það að við komum að beygju þar sem vegurinn fer upp á við og það er bara þverhníft hinum megin og við gefum í eins og við getum og það lítur út eins og við ætlum að ná upp en svo byrjar bíllinn að missa tork aftur og við stoppum í þessari brekku. Getum ekki bakkað af því að
Brekkan var í beygju og þverhníft niður. Það var ekkert hægt að gera. Svo við stóðum þarna stopp í þessari brekku án símasambands og gátum ekki treyft bílinn. Það tók fjórir ferðamenn gátu ekki bifað bílnum án vagnsins. Og nú erum við með 750 kílóa vagn fyrir aftan okkur og María byrjaði að hugsa, bíddu nú við, ef að bílinn fer að bakka á við, hvaða barni átti ég þá að reyna að koma út fyrst, af því þær sváfu sem sagt bara aftan í. Svo þetta var ekki bara slæmt ástand, þetta var orðið lífshættulegt ástand. En eitthvað sagði mér, þrátt fyrir allt þetta, að prófa að fara út og ýta. Svo ég sagði Maríu, heyrðu, sest þú aftan við stýrið og ég fór út og við byrjuðum að ýta, sem sagt ég reyndi að ýta, hún sem sagt setti í annan gír og það byrjaði bara að rjúka úr vélinni. Bíllinn dreif ekki upp og það kom alveg svartur reykur og leit út eins og það myndi bræða úr vélinni. Svo ég stoppaði hann af og sagði, nei, settu bara í fyrsta gírinn. Ég tók múrsteina sem við notuðum sem bremsur, sett aftan á trailerinn svo hann færi ekki að fara neitt aftur á við og svo bara byrjaði ég að ýta. Og einhvern veginn þá náði ég að ýta þessum vagni og bílnum sem er álíka 1 tonn upp þessa brekku. Fyrst fór hann fram 1 meter og svo annan og svo allt í einu byrjaði bílinn bara að rjúka upp á við. Og auðvitað þurfti ég að ganga, en María kom bílnum alla leið upp á topp. Og ég gat ekki annað en sagt, Guði sé lof. En svo þegar við komum upp, þá fengum við smá léttir. Ég fékk að sjá hreindýr hér á Íslandi í fyrsta sinn. Þau voru þarna uppi og mætt okkur. Svo ég fékk bros á vör við að sjá það. Ég veit ekki hvort að þið hafið séð hreindýr út í náttúrunni áður. Ég vissi ekki að þau voru svona norðarlega. En svo þegar við byrjuðum að keyra niður á við, þá var engin snjór, allt var greitt og hann Stebbi frændi minn hringdi, spurði hvernig við höfðum það og ég gat sagt, allt í góðu nú. Svo við keyrðum niður á við og allt leit vel út og við hugsaum, ok, nú erum við komin í gegnum það versta, það hlýtur að vera. Það er engin snjór, engin hætta. Svo gerist það að þegar við erum komin niður á við, þá byrjar sem sagt vagnin eitthvað að snáka fyrir aftan okkur og það leit út eins og hann væri sem sagt ætlaði að taka sem sagt bara, fjúka af eða eitthvað svoleiðis. Ég var ekki alveg viss hvað var í gangi, en María tók eftir að eitthvað var að einu dekkinu. Það byrjaði að rjúka og svo allt í einu þá springur eitt dekkið á vagninum og það er ekki bara sem sagt loftlaust, dekkið flýgur bókstaflega allt af og það er ekkert eftir af því. Það bara fauk eitthvað út í buskan og skildi okkur eftir sem sagt í vegakantinum. Sem betur fyrir náði ég stjórna á vagninum og gat stoppað án þess að við færum yfirum. En við vorum ekki með neitt varadekk og svo byrjaði að snjóa. Og við hugsuðum, hvað í ósköpunum við að gera nú? Við vorum í 15 mínútna keyrslu frá Djúpavogi og það gæti verið verkstæði þar sem myndi selja dekk sem að passaði á. Svo okkar eina von var bara að skilja kerruna eftir, keyra niður á Djúpavog og sjá hvað var að finna þar. Og María, hún gaf börnunum hádegismat að borða á meðan ég fór niður á dekkjaverkstæðið og sem betur fer þá höfðu þeir dekk sem að passaði á. Það var reyndar aðeins breiðara en passaði alveg á felguna og ég gat komið því undir. Nema þegar ég reyndi að tjakka kerrunu upp þá
náði tjakkurinn ekki hann náði sem sagt ekkert lengra og að því að sem sagt ég hafði sem sagt bara þennan litla tjakk sem kemur í bílnum og hann var sem sagt nógu stór til að geta komið felgunni af, en nú var komið dekk á felguna, svo hann gat ekki farið upp neitt lengra og ég hugsaði nú ég alveg stopp, ég get ekkert gert, en í sama augnabliki stoppaði bíll svo fyrir aftan mig og maður gekk út sem að spurði hvort ég þyrfti að hjálpa að halda og þetta var sem sagt bóndadrengurinn sem að bjó bara hérna í næsta bæ og hann átti alvöru tjakk sem hann fór og sótti og var kominn aftur á innan við 10 mínútum og gat tjakkað kerrunu upp og við komum dekkinu á og það hitti svo undarlega á að nafn þessa manns var Björgvin sem að þýðir vinur sem að kemur til að bjarga og maðurinn sem að hjálpa okkur að koma kerrunni yfir heiðina í Seyðisfirði, hann hét líka Björgvin. Svo við hittum 2 menn sem að hét Björgvin sem að komu og björguðu okkur. Svo það var fyndið. En sem betur fer þá byrjaði ferðin að ganga aðeins betur nú þegar við keyrðum niður alla Austfirðina. Þeir voru alveg greiðir og nú var farið að dimma og það voru ennþá cirka 10 tíma þangað til við kæmumst á höfuðborgarsvæðið því við gátum ekki ferð hraðar en 60 með þennan vagn. Svo við reyndum að láta tímann líða með því að hlusta á einhverja ræður. Við hlustum á eina eftir hann Pavel Goya sem að sagði ekki vera að pæla of mikið í leiðarendanum. Reyndu frekar að hugsa hvernig Guð getur notað þig á leiðinni. Og ég hugsaði, það býsna góður boðskapur en nú langaði okkur bara til þess að komast heim. Þetta var orðið svolítið mikið. Og cirka 9-leytið þá stoppum við og tókum smá bensín rétt hjá Skaftafelli. Við vorum komin fram hjá Höfn og á leið til Vík. Og við fann einhverja brunalykt í loftinu meðan ég var að taka bensín. Það var svona eins og bráðnað gúmí og ég kíkti þetta á dekkin, það var að fyrsta sem ég athugaði og þau voru alveg köld, litu vel út, svo það gat ekki hafa verið þau, svo ég hugsaði kannski var það bara eitthvað á bensínstöðinni. Svo við heldum ferðinni áfram, en eftir 7 mínútur þá sprakk dekkið aftur, sömu megin. Og nú var klukkan orðin 9, öll dekkjaverkstæði lokuð, enginn svaraði, ekki einu sinni björgunarsveitin svaraði. Svo ég hugsaði, hvað er að gerast og hvers vegna? Á hverju? Við stigum út úr bílnum og fengum smá léttir. Við sáum þessi dásamlegu norðurljós. Svo ég meina, María, hún er ekki vön þessu. Þetta voru norðurljós sem að bara dönsuðu. Og við vorum ekki alveg í skapinu fyrir þetta núna, en það var samt smá léttir að sjá. Og einmitt í þessu, þá hringir síminn og hann Ivo spyr hvernig við höfum það. Hvernig gengur ferðin? Og ég segi við hann bara gefa honum stuttu útgáfuna og segi við við sitjum alveg föst. Og hann var svo góður að bóka okkur hótelkistingu á Hótel Skaftafelli sem var í 7 mínútna keyrslu tilbaka. En ég að spá hvers vegna er þetta að gerast. Og það var einmitt nú þegar ég lít tilbaka að það var ástæða fyrir. Eins og við lásum mínar hugsanir eru ekki yðar hugsanir og yðar vegir ekki mínir vegir, segir Drottinn. Eins og himinin er hátt yfir jörðinni, eru mínir vegir hærra en yðar vegum og mínar hugsanir hærra yðar hugsanum. Svo þó að ég gat ekki séð neina ástæðu fyrir þessu, þá var ástæða sem að ég sé nú þegar ég lít tilbaka. Við bókum okkur inn á Hótel Skaftafelli
og erum að pæla í hvernig við getum svo bjarga kerrun okkar og fáum svo að vita að stormurinn sem að gjörsamlega tortímdi höfuðborg Jamaica nú á leiðinni til Íslands og að skella á með sem sagt vindhraða sem að nær 50 metrum á sekúndu. Og kerran okkar þarna í vegakantinum og þetta kassakerra og ef við komin ekki af veginum þá á hún eftir að fjúka yfirum og gjörsamlega smallast og píanóið okkar og rúmið og allir kassarnir, öll búslóðin þarna inni. Ef að þetta myndi gerast þá myndum við vera allslaus. Svo ég hringi í björgunarsveitina og nú svarar hún og hún ákveður að sinna þessu kalli og það hittir svo á að sonur hóteleigandans yfir björgunarsveitinni á þessum landshluta og hann sem sagt sinnti kallinu til þess að bjarga okkur úr þessum máli áður en að stormurinn myndi skella á. Nú var búið að loka vegunum sem sagt frá hótel Skaftafelli svo við sátum eiginlega bara föst. Við gátum ekki farið tilbaka, við gátum komist niður í Vík en ekki lengra en það. Hann Stefán sem yfir björgunarsveitinni, hann átti samt bráðabirgðadekk sem við gátum komið á kerruna til þess allavega að ná henni af veginum. En hún var, sem sagt, þetta dekk, það var á lokuðu svæði. Sem sagt, við þurftum að keyra niður veginn sem að búið að vera að loka til þess að komast þangað. Og vindhraðinn, hann var búinn að stíga upp í 35 metra á sekúndu og það var búið að loka öllu og það ekki þetta að komast. Svo ég hugsaði, hvað eigum við að gera? Hvernig getum við komist að þessu dekki til þess að bjarga kerrunni? Og hann sagði, ég hafði engar áhyggjur. Já, ég með skriðdreka. Þetta eru 1-2 skriðdrekarnir sem eru á landinu. Þeir sem sagt í notkun björgunarsveitarinnar og hann var sem sagt með þennan í bílskúrnum sínum. Já, eiginlega. Og við sem sagt keyrðum á honum í gegnum þennan svakalega storm eins og við værum að fara í stríð við náttúruöflin sjálf. Og ég meina, hann opnaði lúgu og maður gat fundið vindinn fljúa bara eins og bíll keyrandi 50 km á klukkustund. Þetta var alveg svakalegt og við keyrðum meira að segja fram hjá sendiferðabíl, svona litlum sendiferðabíl, hvítum sem hafði fokið af veginum og lá bara hálf sokkinn í við vegakantinn. Svo á þessum tímapunkti þá hugsaði ég, hvað í gangi? Ég sitt hérna í skriðdreka að reyna að sækja dekk undir kerru. En ég hafði lítinn tíma til þess að hugsa það því að í þessu þá spurði hann Stefán mig hvað ég geri, hvað ég vinn við. Hvers vegna ég komin til landsins? Og í þessu fæ ég tækifæri til þess að segja frá því að ég hér að sinna kalli Guðs. Ég komin til landsins til þess að vinna við það að stofna fleiri söfnuði með því markmiði að ná til fólks sem þarf á Guði að halda. Og ég hef verið í sambandi við einn vin minn sem féll frá en komin aftur til Guðs og þekkir fullt af ungu fólki á mínum aldri sem að glíma við þunglindi og meira að segja sjálfsvígshugsanir. Og hann hefur haft tækifæri til þess að tala við marga af þessum einstaklingum og deila því sem að Guð hefur gert fyrir hann og það hefur verið vel móttekið. Svo við höfum verið að spjalla það að stofna biblíurannsóknarhóp og bjóða slíkum einstaklingum til að koma og læra Krist og þá heilbrigði sem hann getur veitt. Og þegar Stefán var að hlusta á þetta, þá hugsaði hann, vá, Jóel, mér líst bara ljómandi vel á það. Hann sagði mér að segja ef ég hefði þekkt þig fyrrum, þá hefði ég beðið þig að gifta mig og konuna mína. En ég ekki alveg komin á það stig nú. En nú byrjaði ég að skilja hvers vegna allt þetta var í gangi. Við erum ekki bara komin til þess að komast frá A til B, heldur
hvernig getur Guð notað okkur á leiðinni? Og nú gat ég séð hvernig það var að rætast. Við mynduðum tengsl við þetta fólk. Ég náði að kynnast fyrsta Björgvin sem að ég í sambandi við nú á Facebook og ég gat talað aðeins við hinn Björgvin líka og svo sagt honum Stefáni frá og lært að kynnast honum og við eittum heilmiklum tíma saman. Og nú skildi ég að þetta hefði aldrei gerst ef við hefðum aldrei lent í þessu veseni. Svo stundum þurfum við að spurja þá spurningu. Ekki hvers vegna þetta að gerast við mig, heldur hvernig getur Guð notað mig í þessari aðstöðu. Svo eftir að við náðum að koma kerrunni af veginum, þá skall hvíldardagurinn á og við ákváðum að eyða deginum á Hótel Skaftafelli og þá var eins og við vorum í auga stormsins. Fengum alveg dásamlegt veður, stelpurnar alveg elskuðu að vera þarna og við sáum meira að segja Skaftafellsjökul sem ég aldrei séð áður og þetta var mikil gleðistund. Svo þegar að hvíldardeginum endaði þá var Stefán líka búinn að vinna og gat hjálpa mér að koma nýju dekkjunum á sem að ég hafði þá loksins náð að fá. Og allt leit vel út nema nú komumst við að því hvert vandamálið hefði verið með þessa kerru, hvers vegna hún bilaði, hvers vegna bæði dekkin eyðilögðust og það var að því að legan var ónýt og hún hafði meira að segja versnað. Svo ef að ég myndi keyra með hana nú á þessari legu, þá myndi dekki fljúga af. Bókstaflega bara fara af. Með felgunni og öllu. Svo það var ekki séns að flytja þessa kerru án þess að fá nýja legu á hana. Svo ég ákvað að keyra í bæinn með Maríu og börnunum og þar fékk ég lánaðan sprinter frá frænda mínum og frændi minn Sölvi kom með mér og við tæmdum kerruna og settum allt dótið í þennan sendiferðabíl og myndum þá geta komað í bæinn. Og þegar við erum komnir að kerrunni og ætlum að leggja við hliðina á henni, þá keyrum við aðeins lengra bara til þess að koma bílnum í betra færi, nema þá sekkur sprinterinn í sandinn að framan og við erum stopp. Og á þessum tímapunkti þá hugsaði ég, ok, þetta ekki orðið full mikið? Ég segi við Sölvi, komdu þér á bak við stýrið, ég ætla að fara aftur út og ýta. Og við vorum búin að reyna að grafa undan að aftan og gerðum allt sem við gátum til þess að reyna að koma bílnum út og bakka. Ekkert gekk, en einhvern veginn þá náði ég að ýta þessum sprinter aftur tilbaka og koma honum upp á bjargið og af sandinum. Svona eins og ég sagði í sögunni sem ég sagði börnunum. Hann byrjaði að vaggast fyrst hægt og rólega og svo aðeins meira og svo náði hann festu að aftan og svo allt í einu brunaði hann tilbaka og við náðum að leysa bílinn. Og eftir það, þá gekk ferðin vel. Við náðum að koma dótinu úr kerrunni, ekkert skemmdist, kerrun var búin að vera þarna nú í nokkra daga og í veðri og vind en ekkert eyðilagðist. Píanóið, rúmið, kassarnir, allt var í fínu standi. Og við náðum að koma því til skila á Hlíðardalsskóla rétt í tæka tíð fyrir flugið mitt til Bandaríkjanna. Af því að ég átti að fara þangað í 2 mánuði til þess að taka þátt í boðunastarfi sem undirbúning undir þetta sem að ég að gera nú. Og á meðan ég var þar, ég fór til Chicago í Indiana, til South Bend kirkjunar og fékk að kynnast meðlunum þar og sjá
og taka þátt í því starfi sem að þau eru að gera. Þau eru sem sagt byrjuð að koma ýmsum litlum biblíurannsóknarhópum í gang og ég var vitni af fleiri skírnum og söfnuðurinn hefur sem sagt farið frá því að vera mjög lokaður og óþekktur yfir það að vera einn af þeim virkustu söfnuðum í Indiana-fylki og Indiana Conference, eða sem sagt stjórn Indiana-fylki, sem sagt kirkjunar Indiana, að nota þessa kirkju sem módel fyrir hvernig hægt að koma slíku boðunastarfi í gang á öðrum stöðum. Svo það var dásamlegt að fá að taka þátt og ég fékk alveg heilmikið efni til þess að taka með mér og sem sagt nýta mér hér á landi. Og svo þegar þeim tíma, sem þegar sá tími var búinn, þá komst við heim og gátum haldið upp á gamlárskvöld saman og tekið við nýja árinu. Og það var þessi hugsun sem að ég hafði þegar ég sá síðasta sólsetrið á ársins 2025. Finnið og sjáið að Drottinn góður, sæll sá maður sem leitar hælis hjá honum. Hvers skipti sem eitthvað slæmt gerðist, þá leituðum við hælis hjá Guði og í hvers skipti þá fundum við hversu góður hann var. Hann gat hjálpað okkur aftur og aftur, bjargaði lífum okkar þegar við fórum yfir sem sagt Múlaþingið og sáum til þess að við hittum fólk sem gat bjargað okkur og allt gekk upp í lokin. Svo þegar þið heyrið kallið, ekki vera hrædd. Guð með okkur í einu og öllu. Minnist þess þegar á reynir. Við skulum biðja. Kæri himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það að þú ert virkur Guð. Þú ert til staða til að hjálpa okkur og það eina sem við þurfum að gera að biðja þig hjálp, leita til þín í bæn og þú munt bæn heyra okkur. Þú gerði það fyrir mig og fjölskyldu mína. Þú hefur hjálpað okkur að komast til landsins örugg, heila húfi. Og við biðjum þess að þú meir halda áfram að vera með okkur og öllum hér sem að hingað komin, að við megum öll taka við þessu kalli sem að þú hefur, að þú meir nýta okkur í okkar sem sagt kringumstæðum, að þú getur látið ljós þitt skína í gegnum okkur og að við megum hjálpa því fólki sem á það erfitt, sem að glíma við þunglindi og erfiðar aðstæður, að við megum vera sem sagt hjálpsöm eins og þú varst þegar þú varst hér. Við biðjum fyrir því að við megum endurspegla þig á þann hátt. Í Jesú nafni. Amen. Við þökkum kærlega fyrir þessa frábæru frásögn. Þetta ótrúlegt en Guð góður, hvernig það leiðir fólk. En við endum á sálminu númer 362.
Móttakið blessunar orðin. Þá mælti Drottinn til Móse. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Farið í friði. Og þakka ég kærlega fyrir í dag. Þakka Jóel fyrir hans frábæru orð og þakka Óla fyrir að spila, tæknimönnunum og bara ykkur öllum fyrir komuna og megi Guð blessa okkur áfram hvíldardaginn. En eru einhverjar tilkynningar? Eins og þið sjáið þá er að koma helganámskeið fyrir alla þau sem hafa áhuga á uppeldi barna og unglinga og þið eru öll hjartanlega velkomin að koma og þetta verður bæði laugardag og sunnudag. Og svo langar mig að láta ykkur vita að á eftir hvíldardagsskólann áður en við borðum og